Góðan daginn, þetta er Salvör og ég ætla að sýna þér hvernig Coursera námsveitan lítur út og taka sem dæmi eitt námskeið sem ég er búin að skrá mig á þeirri námsveitu og það er námskeiðið Mountains 101, fjallanámskeið fyrir svona útivistafólk og ég ætla að byrja á að sýna þér, ég er búin að skrá mig inn á notendanafnu, það er hérna í horninu hægra megin en ef ég myndi smetla á notendanafni þá geti ég fengið svona ýmislegt eins og hvaða námskeið ég er búin að skrá mig á inn á þessu kerfi. Þannig að ég get farið á milli þeirra námskeiða sem ég skráði á hverju sinni. Ég hef líka aðgang að mörgu námskeiðum þó þau séu lokið og það er svona archived courses, það er námskeið sem er lokið og ég get skoðað efnið. Ég geti byrjað að sjá svona yfirliti við námskeiðið fyrir hvernig það er og svo framvegis. Syllabus eða námsskrána og þá fæ ég fyrstu vikuna og ef ég vil sjá alla vikurnar þá get ég sagt view full syllabus. Oft spurða spurningar hver bjó til námskeiði, hvernig það er metið af öðrum en svo geti ég bara byrjað á námskeiðinu og ég ætla að sýna ykkur aðeins hvernig það lítur út. Það fyrsta sem það blasir við, þetta er svolítið öðruvísi hvort ég væri að nálgast þetta á litlum síma eða hvort ég er að skoða þetta á tölvu. Á símanum myndi ég ekki sjá eins mikið en ef ég er með þetta á venjulega tölvu þá sé ég hérna til liðar vikurnar, svo sé ég hvert ég er komið, hvenær ég byrjaði námskeiðið og hvernig mér miðar áfram. Ég sé svona ýmislegt hvað þetta ætti að taka með langan tíma til að gera hlutina og svo framvegis og hvað ég á mikið tíma eftir. Það er svona þægilegt að geta haft alveg áætlun hvað þetta tæki með langa tíma. Þannig að þetta er ákveðlega svona gott skipulag, ég sé hvenær skila fyrsta æfingunni og sjáum að við fyrir inn í fyrstu vikuna að þá er í byrjun þá er umræðukerfi þeirra vikunar en síðan byrjar leksían og enst er alltaf námsmarkmiðin. Já, ég sé líka hérna að hér eru vídeó og svo er eitthvað annað efni hérna þegar það er annars konar. Síðan eru æfingar, það er svona stjörnur. Og ég ætla að sýna ykkur aðeins svona dæmi fyrsta myndbandið. Það er það sem ég tek sérstaklega eftir í samtíð þetta námskeið og sem myndband sem eru þar að það er ekki bara svona talandi höfuð. Það er virkilega farið yfir hlutina og sýndir og þetta er svona námskeið sem sýnir okkur hvernig átt svona netnámskeið gæti þróast. Námskeið er byggt upp á myndböndum og síðan er svona námseining, learning object, það sem að ég fer á kort og ég segi það sem ég á að finna stað á kortinu, finna fjöll á kortinu. Og hérna er ég komin og að finna fjöll á kortinu og ég finna eitthvað af þessu fjöllum og nú veit ég að þetta var Mount Fuji fjöllin í Japan og síðan fæ ég annað og þá fæ ég upplýsingar fjallið. Ég ætla að sýna ykkur aðeins svona hvernig æfingin lítur út, þannig ég ætla að opna hana hérna og það stendur að ég þurfi að fá 70% yfir til þess að vera búin og ég má reyna aftur. Síðan verð ég að haka hérna við. Síðan eru námsefni sem er í þessari viku og það er bara eitt sem ég get lesið hérna eða hlaðið niður og það opnast í nýjum glugga hérna hjá mér. Ég fer hérna tilbaka og segjum að ég ætla að fara hérna í viku 2, þá er hún eins uppbyggð, lýsing á hvað verður farið í viku 2 og síðan eru námsmarkmiðin og síðan eru myndböndin og svo ég sýn ykkur sem dæmi ykkur myndband að þessi myndbönd eru öll svona mjög vel uppsett og fjölbreytileg. Mikil vinna lögð í þau. Og eitt sem að einkennir líka þessi myndbönd er að það er hægt að setja þetta á ensku, subtitle, eða taka af, hægt að hækka hljóðið. Ef ég er með litla vídeótengingu þá get ég minnkað vídeógæðið. Það er líka hægt að spila þetta hraðar. Þetta er ákaflega góð myndbönd. Þetta var semst leksía 2. Ekki mikið násenni texta, hérna allavega fyrstu 2 vikurnar. Það er alltaf bara eitt skjal. Í lok hvers skjals þá er svona recommended reading and web resources og það eru svona gefnað þá upp lóðir á greinar sem eru á vefnum.